gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og blessuð og velkomin eftir að rauðborðinu. Hjá mér eru góði gestir. Velkomnar Ísadóra Ísfeld Finnsdóttir og Aida Karolína Harris. Þetta eru ungir umhverfissinnar, þið, tvær, þar að segja. Hvað eru þið að bralla núna? Það er eitthvað á döfinni. Já, núna á föstudaginn 29. nóv verðum við með skólaverkfall gegn laxeldi í sjókvíum á Austurvelli klukkan 12. Og hvað, skólaverkfall, nú eru verkfall, en þetta er af öðrum toga. Þetta er fyrir grunnskóla krakka sem eru þá í að labba út úr tíma eða hvernig getið útskýrt aðeins? Sko, ég ætla að fá krakka úr skólanum mínum til þess að við ætlum að hittast og labba saman niður á Austurvelli og svo samt munu líka aðrir hitt okkar hann niður á Austurvelli og mega allir koma. Já, þetta er í anda mótmælunar Gretu Thunbergar sem byrjuði allan á Íslandi byrjuði þau 2019 og þetta er rosalega skemmtilegt svona full circle fyrir mig og því ég var líka í Laugalækjarskóla og þegar ég var í 9. bekk held ég og það var árið þegar Ísadóra hafði fyrst samband við mig þegar hún var í 9. bekk þá einmitt tók ég fyrst þátt í loftslagsmótmælunum Gretu Thunberg og ég fór í bekki og sagði öllum frá þessu og ég labbaði niður á Austurvelli með fullt af krökkum úr skólanum mínum og ég hef bara tekið þátt í þessum mótmælum síðan þá og núna er ég loftslagsfulltrúi ungra umhverfissinna og er þá búin að ákveða aðalverkefni mitt í því starfi við verður að halda þessum mótmælum lifandi, þessi verkfall og þau eru ennþá vikulega í gangi 12 til 1, ég mæti alltaf og nokkrir fleiri en núna erum við að reyna að halda mánaðarlega stærri mótmæli og þá í hvert sinn að tengja við einhvern til dæmis núna í nóvember við Ísadóru sem hefur rosalega mikil áhuga á sjókvíeldi og síðan ætlum við að hafa jóla eitthvað svona tengt í desember og já, bara hafa svona þema til að halda þessu eins með lifandi og halda áhuga. Þetta er hana förstu dagar fyrir framtíðina, Fridays for Future. Já, einmitt. En hvernig fær ungstúlka í 9. bekk áhuga á laxeldi í sjó? Sko, stjúpabbi minn er veiðimaður og ég hafði heyrt eitthvað ans á þessu frá honum. Hann er alveg mjög mikið á móti þessu. En síðan sko núna í vor þá var skólaverkefni þar sem við áttum að flytja stutta ræðu fyrir bekkinn og við máttum velja okkur eitthvað umræðefni sem hefði verið mikið fjallað í samfélaginu og eitt af því sem er hægt að velja var laxeldi í sjókvíum. Því þá hefði ég bara mjög nýlega verið búin að tala þetta við stjúpabba minn og ákvað bara að taka þetta og þá sá ég Laxaþjóð, heimildamynd eftir Patagonia sjókvíeldi á Íslandi og fekk bara mjög mikinn áhuga á þessu og hugsaði bara af hverju einhvern veginn ekki krakkar, af hverju veit ekki neinn af þessu, því ég sá að mjög mikið af vinum mínum með bekkjarfélögum, það vissi enginn af þessu og það var ekki nóg, mér fannst einhvern veginn ekki nóg mikið verið að tala það allavega í mínum aldurshóp. Og þá skaðsemi þessa laxeldis í sjó. Já, og hvað var það sem kom þér óvart þegar þú skoðaðir þetta? Bara, fyrir mig þá það sem mér fannst verið svo áhugavert er að ég heyri svo ótrúlega mikið frá því sem er í gangi í loftslagsmálum og svona erfiðleikum í heiminum sem ég get náttúrulega ekki haft mikil áhrif á bara sem stelpa á Íslandi en mér er alltaf fundist einhvern veginn Ísland vera svo langt frá öllu þessu og Ísland sem bara svona það er náttúrulega svo mikið náttúra og bara þekkt fyrir að vera bara við erum miklu meiri tengd við náttúruna en önnur lönd það sem er kannski stærri stórborgir og þannig og svo bara ég komst að því að í mínu eigin landi þá er verið að skaða náttúruna og fyrir eitthvað sem
þarf ekki, þetta ekki eins og sé matarskortur á lax lúxusvara og að við erum búin að leyfa erlendu fyrirtækjum að koma til landsins og vera að skaða náttúruna okkar. Svo náttúrulega líka það sem fólk hefur sagt með þessu, ástæðan fyrir að vilja halda þessu að það gefur atvinnutækifæri til svona smærri samfélaga, en það ekkert gott út af því að það mun enda á einhverju tímapunkti. Þetta ekkert svona, þetta mun ekkert halda áfram mikið lengur. Svo bara þegar búin að eyðileggja nóg mikið þá farið bara á næsta stað og hver veit hvað tekur við þá. Og það myndi, þetta með atvinnutækifærin, það myndi að sjálfsögðu þurfa miklu fleiri í atvinnu við að veiða svona mikið af villtum laxum, jafn mikið og það í þessum sjókvíum. Þannig það fullt af starfsemi sem fyrir gegn, það fullt af hótelum, það sem hjá þessum veiði ám og það fullt af starfsemi í kringum þær líka einmitt. Og það væri miklu betra en að þá að í samstarfi við íbúana að reyna að finna betri atvinnutækifæri sem ekki að skaða náttúruna okkar. Og kannski meiða dýr. Einmitt, þetta þessir tveir vinklar, þetta náttúruverndar og umhverfis og loftslags áhrif. Þetta einmitt það sem við talum með þetta litla Ísland. Allir á Íslandi vilja hugsa þetta litla Ísland. Við erum ekkert að taka þátt í nýtt af þessum vandamálum, stóru vandamálum út í heimi, en við erum bara rosalega aftarlega í alveg ansi mörgu. Við erum með rosalega mikla losun á höfðatölu, alveg gríðarlega mikla. Síðan erum við eitt af einu þjóðunum í heimi sem eru að stunda þessi laxsjókvíeldi og eitt af bara örfáu þjóðunum sem enda að veiða hvali. Þannig að þetta litla Ísland eitthvað svona ímynd sem við viljum halda uppi til að láta okkur líða vel með sjálfu okkur og að þurfa ekki að eyða orku í að reyna að breyta neinu, en það alveg mjög margt sem þarf að breyta, og það að við erum lítið samfélag gefur okkur ennþá betra tækifæri til að vera fyrirmynd fyrir aðrar stærri þjóðir. Og þið ætlaði að vera það, og með ef þið kannski segir mér aðeins frá þessum félagskap bara og ungir umhverfisinnar og þessum föstudögum og svona þessari starfsemi. Þetta eitthvað sem aðgengilegt fyrir aðra unglinga eða ungt fólk bara, og eitthvað aldurstakmark? Sko, það var aldurstakmark, það farið núna. Við erum bara að bjóða fólki á öllum aldri, en bara markmiðið að gefa ungu fólki rödd, en það má hver sem hjálpa til með það. Og já, þetta aðgengilegt fyrir alla. Mér er næstum í smá illa fyrir hvað við gripum fast í hana Ísadóru þegar hún hafði fyrst samband við okkur. Einhver vill vera með okkur, skilurðu. Það gerist svona að, já, við viljum endilega fá eins marga og vilja, já, geta senda okkur e-mail frá vefsíðunni okkar, senda okkur á Instagram. Við erum með alla samfélagsmiðla. Þú varst í 9. bekk, hvað sagði, 2019? Já. Og þá ferðu eiginlega svona sömu leið og Ísadóra og byrjar í Laugalækjarskóla og ferð svona og kynnir samnemendur. Finnur einhvern mun á þá og núna? Meiri áhugi eða eitthvað svona breyttar áherslur? Sko, þegar ég fór þá var þetta miklu léttara verk held ég en Ísadóra með núna. Núna það svo margt í gangi. Það alltaf margt í gangi, en það mjög margt í gangi núna. En þegar ég gerði þetta fyrst, þá var mjög mikil samfélagslegt momentum fyrir þessu. Allir voru rosa spenntir í þetta og mér líður eins og, síðan COVID og eitthvað, og það hefur þjóðarmorð og bara alls konar í gangi. Allt þetta sem þarf bara að berjast fyrir, skilru, og það þarf fólk í þetta allt. Ég alls ekki að segja hætt að hugsa öll sínum vandamál, komið til okkar, við erum með okkar hjá ungum umhverfisins. Þetta vinnur svolítið saman, einmitt eins og bara þjóðarmorðið og kannski eða bara stríðsrekstur yfir höfuðin, helsti mengunarvaldurinn. Algjörlega. Þannig að það eitt þarf ekki að útiloka annað. Þetta eitthvað sem við getum haft bara bein áhrif á, sem svo,
geggja að við höfum þetta tækifæri með þess að bara með þessum mótmælum þessi mótmæli getur, þannig að þetta skólaverkvall þessi mótmæli getur bara haft bein áhrif á þetta það sem við viljum sýna að við erum að reyna að fá ungt fólk til að hafa svona aftur svona meiri áhuga á umhverfismálum og þetta alltaf þegar 2019 þegar þú varst þá var Greta Thunberg svolítið svona mikið í gangi með hana og einhvern veginn það er oflítið talað umhverfismál finnst mér í dag bara meðal fullana og meðal ungs fólks. Já, af hverju haldið það sé? Svona fyrir utan COVID og allt þetta, er þetta eitthvað svona er þetta eitthvað sem við kannski þorum ekki að horfast í augu við eða er þetta bara einhvern veginn ég veit ekki, það vantar fræðslu í skólana eða? Mér finnst það sko vera eins og hvert annað málefni sem kemur upp og þetta er mjög sýnist viðhorf hjá mér en að ef eitthvað kemur upp annarkvort deyr það út eða það hefur einhvers konar markaðslegt gildi skilurðu í byrjun þá var allt í einu ótrúlega ef við munum eftir Hydro Flasks og skilurðu allt þetta og reyndar núna er Stanley Cup en það er enginn að segja að það sé eitthvað umhverfisvænt það er bara endilega en það koma fullt af umhverfisvænum vörum skilurðu en þá núna erum við búin að læra meira og komum með meira svona nuanced sjónarhorn á þetta og við sjáum núna nei það er ekkert gott að fara að framleiða milljónir stál vassbrúsa það er við eigum all vassbrúsa eigum flest vassbrúsa að minnsta kosti það sé svona þegar kapitalismin einhvern veginn hann svona riður sér til rúms í mannréttindabaráttunni eða bara svona bara réttindabaráttunni að þá verði eitthvað svona auglýsenda moment og síðan deyr það bara einhvern veginn eins og bara svona springur eins og tískubóla. Já, það er enginn til að auglýsa það lengur ef það er enginn það þarf að eyða peningi að auglýsa og síðan þarf einhvern veginn að fá hann pening tilbaka og ef þau geta ekki selt okkur einhverja vöru þá það er líka bara það er svo mikið af fólki sem græðir á því að það er ekki verið að gera neitt í þessu eða það er ekki jafn mikið eins og var þannig að eins og bara með laxeldi þá eru erlend fyrirtæki sem að græða á þessu og já, það eru fullt af fyrirtækjum sem græða á því að vera eyðileggja náttúruna og það er svolítið svona peningur sem ræður því hvað kemur til okkar og það er eins og á samfélagsmiðlum það er mjög mikið úlingum sem nota samfélagsmiðla mjög mikið og þá er alltaf bara verið að segja eitthvað svona vörur í andlit á manni og einhverjum ekki þá missum að svolítið svona sjón á því sem er mikilvægt og við Ísland sem ættum að vera finnst mér mest tengd við náttúruna erum það bara alls ekki. Við gefum okkur svolítið út fyrir það samt. Við segjum að við séum það en við gætum gert miklu betur. Það er fullt af flottum fyrirtækjum sem er að gera mjög flotta hluti en bara svona saman bara svona sem íbúar Íslands þá held ég getum bara reynda að gera betur. Og einhvern veginn svona að reynda kannski bara að gera hlutina ekki með markaðsöflunum þá eða vera hvatning til þeirra eða eitthvað svoleiðis. Já, við þurfum bara að breyta þessu kerfi og því að frá þessu kerfi sem við erum í núna og þessu viðhorfi þá er þetta einhvern veginn ómögulegt að verða eitthvað eins og við þurfum að vera á það sem við þurfum að gera og enginn mun hagnast á því og en já, þannig að það þarf að breytast en það er ekkert að fara að gerast að sjálfum sér þannig að við þurfum flott ungt fólk til að leiða það og allt fólk, ekki bara ungt fólk þurfum alla með okkur. Og hvað er það nákvæmlega Ísadóra sem að þú ætlar að ná fram með þessum mótmælum á föstudag? Sko það sem mig langar að sýna er bara svona, mig langar að fá að sýna svona samstöðu unglinga, samstöðu bara barna og fullorðna bara að reyna reyna að ná fullt af fólki saman og þannig að svo langar, það sem markmið okkar það sem okkur langar að gerist er bara að það hætti sjókvíaldi, opið sjókvíaldi því það er eins og ég hef verið að horfa á svolítið svona pallborð og svona umræður svona þetta í pólitík og það er mjög mikið verið að tala að gera strangar reglur eða sekta en
það einhvern veginn, þú veist, ég held að það mun ekkert gera, það engin leið til þess að gera þetta eitthvað betra, það þarf bara að vera bara mjög skýrt, bara nei, við flytjum það, vera með landeldi eða vera með alveg loka, því við, mér finnst þess að við ættum ekki einhvern veginn að vilja fórna, vilda laxinum okkar sem hefur verið inn í 1000 ára og fórna, firðunum okkar, fallegu firðunum okkar og svona, náttúrulega öllum lífverunum sem reiða sig á laxinn fyrir, já, ódýran lax og bara eitthvað svona, það að vera að græðina pening til skamstíma, þetta er skamtíma svona. Og kannski þegar maður að beita sektum, það hefur ekkert rosalega mikil áhrif á ríkt fólk. Já, og einmitt að hafa þetta beint fyrir alþingiskosninga, við vorum hérna á pallborð daginn hjá Landvernd og ungum umhverfissinnum og þar voru bara margir flokkar ekki einu sinni tilbúin að segja að þau myndi ekki vilja að það myndi fjölga opnum sjókvíum þangað til að strangari reglugerðir hafi verið sett í stað, og sem mér finnst mjög eitthvað lítið lofvörð að bíða aðeins þangað til að eitthvað reglugerðir komið út og ekki að stoppa á meðan og ekki að segja það ætla ekki að fleiri endur að þau voru ekki bíða meira svona eftir að skaðin verði skeður og þá kannski verði sett reglugerðir. Og ekki einu svona tilbúin í það sem var það er búið að skaða ótrúlega mikið, það er búið að syna, það er búið að vera að sleppa laxar og makastu fyllta laxin sem það er búið að vera mjög mikið erfðablöndun í gangi og strax 2014 eða eitthvað 2019 þá var verið að gera svona rannsóknir þetta og þá var miklu minna af sjókvíeldi en samt var strax komin að staða erfðablöndun, þannig að núna er þetta bara orðið miklu meira og það er með ef það er ekki neitt gert í þessu, ef það er bara einhvern veginn haldi áfram að gera strangar reglur eða bara bíða þangað til þetta fyrir rugl, þá mun mín kynslóð og næsta kynslóð þurfa að skjalda fyrir mistök fyrir kynslóðarinnar og það er svona, finnst mér mjög mikilvægt að við vitum af þessu og við séum svona virk í að taka þátt í svona. Já, af því að þetta er þetta bara framtíðin ykkar. Já, og þetta er ekki bara laxinn, náttúrulega, sem skaður af þessu, allur úrgangurinn úr þessum opnum sjókvíum, það hefur bara áhrif á allt lífríkið í kring og þetta er bara, þetta er að setja einhver risastór mengunarþátt bara alveg í miðjunni af, ég bara óspjölluðustu fjörðum í heiminum. Það er svolítið skelfilegt að maður hugsa það að því að okkur þykir öllum svolítið vænt náttúruna. Ég held það einmitt eins og Ísadóra var að segja því að það er svona partur af sjálfunum manns einhvern veginn svona íslensk náttúra og við erum rosalega stolt af því að við erum þú veist að lömbin þau labba hér og borða fjallagrös og það er svona fögur náttúra og þetta er svona eitt sem að er mitt markaðsett og svo á sama tíma þá er komin eitthvað svona markaður sem að er svona mengandi og maður fær alveg smá illt í hjartað og líka bara aumingja dýrin að því að já, þessi dýr eru náttúrulega að lifa við ógeðslegar aðstæður sem við myndum ekki sagt að okkur við þú veist, ég er alltaf á móti svona dýrafordómum, skilurðu þú veist, ef þú myndir ekki gera það við hund, ekki gera það við nefnitt. Þú veist, náttúrulega, og það er náttúrulega líka stór partur í laxalúsin sem allar sýkingarna sem fara inn í gang, þú veist, eins og það er meðan að laxalús, hún er alveg náttúrulega, þú veist, hún fer á húðuna fisknum og nærist á því að éta húð fisksins, laxins en í þessum körum í netunum, svæðunum þá er bara eru þær að fjölga sér á ótrúlega miklum hraða og þá verður þetta bara ómikið að þær eru bara að éta fiskinn lifandi og þá sem eru bara hræðileg örlög fyrir lífveru að vera læst inn í búri í étin lifandi það er bara mjög skelfilegt og það er fullt af þessum fisk sem bara deyr og þá má ekki selja hann og það er bara já, þú veist, fullt af þessum lax verður sýktur bara eins og það hefði ekki séð einhverjar myndir af þessu þá bara, þú veist, þetta er allt svona alveg ógeðslegt
bara mjög ótrúlega ótrúlegt. sorglegt. Já, þetta er mjög sorglegt. Og síðan eru alls konar efni líka sem eru sett, þú veist, í matinn og allt sem við setja ofan í þessar Lúsætrið sem Já. hafa verið að setja hella út í til að bregðast við þessu, bara alveg Já, mjög sem fer skaðlegt. síðan náttúrulega Sem bara fer út í bara sjóinn. einmitt. Og kannski skadar þurrunga eða eitthvað. Já. Já, já þetta er mjög löglegt mál. Hérna, ég bara vona hreinlega að það komi mjög margir á föstudaginn. Hérna, hafið þið eitthvað svona tilfinningu fyrir því? Bara svona, hafið þið fundið bara áhuga fólks eða þú kannski samnemenda þennan og þú þinna en þú ert í prófum í háskólanum? Já, ég dreg einhverja með mér. Já. Já, ég meina NASF hérna er North Atlantic Salmon Fund, er það ekki? Já, Jú. þetta er að hjálpa okkur. Ok. Það er mjög mikið áhuga. Hvað er það nákvæmlega? Það er ekki bara stofnun sem beitir sér fyrir því að stöðva sjálfkví. Vernda norður Atlantshafslaxinn. Já. Og þetta, já, þannig að þau eru búin að vera sambandi við alls konar fólk og líka í öðrum löndum og það er náttúrulega líka í gangi þetta með laxeldi í Noregi og Færeyjum og svona, já, þannig að þau, ég hitti þau á einhverjum viðburðum daginn og þau hafa verið að hjálpa okkur og er mjög spenntið við þessu og já. Þannig að þetta er svona að fara að berast út fyrir Ísland, hvað Ísland er hér að gera við firðina sína. Ég meina þau var að segja að það var fólk í Bandaríkjunum sem var að segja bara, vel gert, og hvað þau töff, því að þau var einmitt líka að hugsa hvernig þau getur fengið unga fólki til að hafa áhuga á þessu, svona að fá svona samstöðu eins og við erum að reyna að ná hérna með þessu. Já, þetta er svolítið svona þegar ég sá þennan viðbörð og þá hugsaði ég bara, what? Ungt fólk og laxeldi, það er eitthvað svona skrítið. En svo auðvitað hérna eftir að hafa svona hugsað með aðeins og líka bara talað við ykkur þá átta ég má því að þetta er okkur öllum hjartasmál og auðvitað, þú veist bara við ætlum að búa einn áfram og á framtíð og mögulega afkomendur, þá þurfum við að passa svolítið vel upp á það sem að hérna, já, hvað verður. En að því að þú myndist þetta á hérna pallborðið áðan þá hérna voru hérna einhverju stjórnmálaflokkar sem að ég bara svona voru betri en aðrir og hverjar voru þá þeirra áherslur voru einhverju lofur sem kom þarna fram sem að hérna þér þótti svona marktæk og það voru hérna já það var þú veist einn fulltrúi úr hverjum flokk pallborðinu og hérna ég held að séu hérna Píratar sem eru hérna mest Þau eru langskýrasti flokkurinn. Já, þegar kemur að sjókvíeldi þau ekki bara alveg á því að stöðva? Þau eru alveg á því að stöðva sjókvíeldi. Hún Halldóra Mogensen sem er í Píratum hún lagði fram eitthvað svona tillögu eða eitthvað svona skýrslu frumvarp að banna sjókvíeldi sem fekk mjög lítinn stuðning og þannig að maður sá það svolítið á pallborðinu þegar hún að segja bara hei, við erum búin að segja fyrir lengu að við viljum stoppa þetta og einhvern veginn að maður sá að það var svona mikið af fólki sem að tala þetta en einhvern veginn var samt ekki að tala eins og það væri í alveg að fara að grípa í málin þetta er komið á þann stað að það bara virkilega grípa í þetta myndi ég segja. Og þetta pallborð hérna það var landvernd og síðan ungir umhverfisinnar og ungir umhverfisinnar voru að kynna sólina má ég kynna það? Það bara endilega rosa flott. Já, sólin er einkunnagjöf ungra umhverfisinna á loftslags- og umhverfisstefnum flokkana og þetta er alveg við erum þú veist sem samtök ekkert þú veist að styðja neitt flokk þannig er alveg svona unbiased skiluru og þetta á að hjálpa ungu fólki til að þú veist sem hefur áhuga á umhverfismálum að hérna geta séð þú veist út í þessar umhverfisstefnur eru mjög erfiðar að lesa og ég sem er búin að vera þú veist að berjast fyrir umhverfis og loftslagsmál síðan ég var 13 ára skilur ég er ekki nógu klár til að fara í gegnum þessar stefnur og vita hvað er bara þú veist
eitthvað svona bara svona skrúðmælgi og hvað er svona raunverulegt substans. Það er erfitt að sjá hvað þið eru í alvörinu að segja. En við erum búin að fá okkar besta fólk til að fara alveg og vinna síðan að ríkisstjórnin sprakk alveg hörðum höndum. Það er búið að vera svolítið sprett sem átti að vera marathon, en þetta kom út og já, við erum mjög stolt af þessu og það er hægt að fara að leita sólin 2024.is og þá kemur þetta bara upp og þetta kemur bara upp mjög stutt og lítið en það er hægt að íta og þá koma niður flipar, þannig ef maður vill lesa nánar hvern lið þá er það hægt. Og svona mynda sér skoðun einmitt út frá umhverfisvernd og þá er það ekki bara laxeldið heldur bara svona almennt svona bara plast og hérna kólefnislosun og er ekki með eitthvað svona nokkra flokka sem við dæmum út frá? Já, við erum með ég held að það er ekki 3 megin flokkar og síðan eru fullt af undirflokkum líka þar á meðal sjókvíaldi. Og líka eitt annað sem þáttaka ungs fólks eða ekki, eða stuðningur við ungt fólk. Já. Eða ekki, jú. Það er frekar flott, myndi ég segja. Já. Það er svona mismikið hvað flokkan er að tala að reyna að fá fólk, ungt fólk og taka mark á þeim og leyfa þeim líka að koma með sínar hugmyndir. Ef ég væri í framboði og þú veist, og ég væri að hylla ykkur, hverju þyrfti ég að lofa og standa við, náttúrulega. Hvað myndi ég svona grípa ykkur? Bara svona ef ég myndi segja bara, þú veist, ég ætla að gera svona og hitt. Hvað væri það svona helsta sem að Það væri nú langur Nei, en ég held bara, þú veist, það eru margar stefnur sem eru mjög góðar. Það er náttúrulega erfiðar að segja hvað verði gert, en ég held aðalega það sem hefur vantað mjög mikið í þessari kosningabaráttu er bara að flokkar byrji umræðina umhverfismál. Þú veist, við erum hort á, það er allir þessi þættir og allt þetta sem að koma út endalaust efni og endalaust verið að spyrja, þú veist, hvað eru aðal áherslur í þessum kosningum, hvað eru aðal áherslur fyrir ungt fólk og umhverfismálin koma eiginlega aldrei upp. Bara þannig að þú veist, standardin er ekki það hár akkurat núna þegar kemur að umhverfismálum í þessum alþingiskosningum. Við viljum bara að flokkar tala þetta og tala þetta eins og þetta sé eitthvað sem skiptir fólki máli í þessum kosningum. Og þú veist, geta líka horst í augu við og bara viðurkennt að við getum gert betur. Að þetta er fyllt fyrir en þá langarlega til að bæta okkur. Það er svo mikið sem við getum gert. Og já, einhverjum Svona áður en ég slepp ykkur ef ég væri að taka mín fyrstu skref svona bara umhverfisvernd og ég væri svona aðeins að vakna til lífsins hvað þetta varðar, hvað myndið þið ráðleggja mér að gera? Þú veist, endurvinna eða hvað myndið þið mæta og á einhverja sérstaklega fyrirlestara skoða einhverja myndir eða bara, ég veit ekki rækta fleiri blóm í garðinu mínu, hvað á ég að gera? Ég er alltaf á því að það besta sem hún getur gert fyrir umhverfið og loftslagið er að fara í einhvers konar aktivisma eða eitthvað eða þú veist, þannig að maður hefur eitthvað svona lið í kringum sig, þannig þú veist, ég myndi endilega ef einhver hefur áhuga á að taka þátt, bara að senda á okkur ungir umhverfið sinnar og já, síðan, en þú veist, það er náttúrulega margt sem maður getur gert ef maður vill ekki taka þátt í aktivisma, en ég hef allavega, fólk er eitthvað mjög hrætt við að taka þátt og haldi að þau verður allt í einu læst í eitthvað skiluru og muni fá eitthvað list af hlutum sem þau þurfa að gera. Já, trjám sem þau þurfa að faðma og svona. Já, einmitt. En nei, það er ekki þannig. Fólk getur tekið þátt eins mikið slítið og vilja. Það bara mætti á viðbrigð eða bara ekki eins og senda okkur post, bara follow okkur á Facebook. Það er alltaf eitthvað í gangi, sko. Það er alltaf eitthvað sem er að taka þátt. Og svo líka, þú veist, erum við alltaf með nýja stjórn á hverju ári og þú veist, það er bara svona ótrúlega mikið og þú veist, það líka mér líður eins og svona frá því að hafa komið inn í þetta þá er líka lært einhvern svona miklu meira umhverfismál sem að það er ekki að vera einhver
prófessor í umhverfismálum til að hafa áhuga að taka þátt. Og það er líka eitt annað sem ég myndi segja er að reyna bara svona að borða mikið svona sem er framleitt á Íslandi, eða svona reyna gera það og reyna vinna á móti allir með sem hvað heitir þetta aftur? Svona hvað það er alltaf svona sem maður að kaupa hluti. Já, svona neyslu menningu. Já, sem myndi segja líka að reyna að vinna gegn svona neyslu menningu, að þú vera alltaf að kaupa nýja hluti, að reyna að vera bara ánægður með það sem maður hefur og svona það sem ég reyna alltaf, ég er svona reyna alltaf að hafa svona bakvið eira að hafa hvernig get ég reynt að minnka, mína losun eins mikið og ég get og hvernig get ég haft áhrif eins mikið og ég get. Það er fullt sem að getur gert, bara litlir hlutir sem hafa ótrúlega mikil áhrif. Og ég finn að litlir hlutir, ef maður byrjar að hafa þetta bara svona bak við eira, byrjar að gera eitthvað svona lítið í svona daglegu lífi, allt í einu eftir nokkur ár maður bara fara að gera ansi margt. Svo maður getur bara byrjað að vera með taupóka í staðan fyrir að fá plastbóka út í búð eða eitthvað. Það er svolítið þannig, svona lítil þúfa. Lítil skref. Já, herðu, Ísadóra, Æda, takk kærlega fyrir að koma og segja ykkur frá. Mótmælurinn verður á föstudaginn. Klukkan 12 til 1. Klukkan 12 til 1 og Austurvelli. Og þið bara vonist eftir að sjá sem flesta. Og Við verðum með nokkrar, það verður ræður við viljum að vera með kósi, við viljum að vera með kakó, eitthvað snúða, bara það verður geggjað stemming og vera með spjöld og þannig að já. Frábært, þannig að bara ungir sem aldnir á Austurvell á föstudaginn klukkan 12. Þakka ykkur kærlega fyrir stelpur og góðu gestir, hlustendur og áhorfundur. Ég bara doki við og það er meira handa á hornið. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvöllur braskara. Meira stefnuna inn á xj.is.